Arný Einarsdóttir heiti ég, dósent við viðskiptadeild Háskólans á Bifröst og ég ætla að fjalla áhrif þroskastigs stefnumiðaðrar mannastjórnunar á upplifun, viðhorf og hegðun starfsfólks. Með gögnum sem hefur verið aflað hér á Íslandi og svo við byrjum bara á svona lykil umræðu. Þá eru spurningar þarna úti hvort að við séum að missa sjónar á upprunalegu hlutverki mannastjórnunar vegna þess að bæði í fræðunum í raunheimum séu við hugsanlega orðin of upptekin af stöð og valdi og því að vera stefnumótandi viðskiptafélagi annara sem að stjórna í fyrirtækjum geta talað tungumál stjórnendanna á æðsta og hæsta levelinu, vera þáttakendur í því að þróa viðskiptastefnuna og þar af leiðandi þekkja þætti sem varða viðskiptin sem að viðkomandi fyrirtæki eða stofnanir stunda og vera þátttakandi frá fyrstu stigum, vera hluti af æðsta stjórnunarteymi, það sem kallað er að eiga sæti við borðið með öðrum stjórnendum og líka í umræðinni heilmikið rætt það að mannauður sé jafnvel meðhöndlaður líkt og aðrar auðlindir og það eigi ekki við þar sem verið að tala fjármagn eða fasta fjármuni að meðhöndla fólk með sama hætti og slíkar auðlindir og þar með að vera að vísa til hugmyndafræðinnar human resources eða resources sem bara ein auðlindin sem menn stjórna með sama hætti. Og líka í rannsóknum og raunheimum er umræðan líka það vaxandi aðeins, hvort það sé orðin og mikil áhersla á að rannsaka áhrifin á fjárhagslega útkomu. Þegar hlutverk þeirra sem vinna með mannauðsmál er ekki beinlínis fjárhagslega útkoman heldur það að hafa áhrif á starfsfólkið. Og vissulega erum við þarna að tala flókið orsakasamhengi. En líka að nálgunin sé kannski svolítið hörð í anda Michigan módelsins sem kallað og viðskiptamiðs og sem getur verið jafnvel meiri skammtíma nálgun heldur en langtíma nálgun og þarna verið að vísa til bæði í rannsóknum og í svokölluðum raunheimum. Þannig að spurningin ef við að gleyma með því hvað við erum að gera sviði mannauðsmála, hver áhrifin á starfsfólk og eins líka vaxandi umræða það hvort við séum að gleyma að mæla á 2 stigum, ekki bara meðal starfsfólks eða bara meðal stjórnenda heldur þurfum við að mæla á þessum 2 stigum og jafnvel reyndar tala þurfum við jafnvel að mæla á fleiri stigum til þess að við getum áttað okkur á mjög flóknu orsakasamhengi sem eins konar ferli og miðlun frá því sem menn vilja meina að séu áformaðar eða intended á enskunni mannauðsaðgerðir hér lengst til vinstri og frá þeim yfir í það sem kalla má raungerðar mannauðsaðgerðir vegna þess að þeir mannauðsdeildir og mannauðsstjórar vinna kannski ekki endilega í því að útfæra eða framkvæma það sem að ferlin eða ákvarðanir sem tengjast mannauðsmálum heldur eru það jafnvel millistjórnendur þannig að þar er annað svona aukabil sem að getur gert það verkum vissulega framkvæmdin ekki alltaf eins og áformað eða áætlað og getur verið mismunandi eftir deildum og stjórnendum og svo framvegis og jafnvel stigum í skipuritinu. Nú svo það svo kallað svartabóksið og þá spyrjum við hver upplifun starfsfólksins af framkvæmdin á sviði mannauðsmála sem við kannski stundum líka gleymum annars vegar og hins vegar hver eru viðbrögðin og viðbrögðin geta verið annars vegar í bæði viðhorfum eða attitudes sem enska hugtakið sem notað og hins vegar í hegðun eða behavior. Og þannig að þessar 2 þætti og það eru 2 svona líköl sem hafa verið sett fram þetta flókna orsakasamhengi þar sem endar á, vissulega árangri fyrirtækisins en það erfitt að mæla á öllum þessum stigum í einu. Við vitum að við erum að vinna í raunheimum þá stoppum við ekki ferlinn inn í fyrirtækjanum til þess að fara í rannsóknirnar heldur erum við að meta og mæla út í raunheimum þar sem hlutirnir að gerast og í svona flóknu orsakasamhengi þá kannski erfitt að mæla öllum þessum stigum og menn spyrja líka í auknum mæli hvernig árangur fyrirtækis mældur. Samanber umhverfismálin, fjárhagsmál, starfsfólki sem þar starfar og skapa atvinnu og svo framvegis, hvort það sé eigi hugsanlega vera fleiri þættir sem eigi að mæla þar heldur bara fjárhagslegan árangur.
hér eru aðilar eins og Wright og Nissi og Purcell og Hodgkinson sem að setja fram þessar hugmyndir að þetta sé einhvers konar ferli sem miðlist frá upphafi til enda. Og það sem rauðlitað það sem ég ætla að fjalla hér og þessi rannsókn snýst Mín leiðarljós og lykilspurning í þessari rannsókn er það að það flókið orsakasamhengi frá mannauðsaðgerðum til fjárhagslegrar útkomu og eins það sé hlutverk mannauðsstjóra að hafa áhrif á starfsfólk og líka í þriðja lagi að það þurfi að mæla á að minnstakosti 2 stigum en ekki bara einum meðal stjórnenda eða bara starfsfólks eða bara fjárhagslega útkomu og svo framvegis. Þannig að lykilspurningin hér hvaða áhrif hefur þroski stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar á upplifun, viðhorf og hegðun starfsfólks. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá þroskastigum mannauðsstjórnunar. Það hérna horft á það sem í rauninni 5 stig og á þroskastigi 0 erum við að horfa hér á starfsmannahald og eða hugtaki starfsmannahald sem við notum gjarnan í íslenskunni og þar eru ákvarðanir fyrst og fremst teknar út frá innsæi og leitast við að slökkva elda frá einu degi til annars, lítið haldið utan gögn og svo framvegis og ef við förum yfir á stig 1 þá erum við komin yfir í það sem kalla má kannski hefðbundnara starfsmannahald eða starfsmannastjórnun og þar eru stjórnendur kannski orðnir örlítið meðvitaðir mikilvægi ýmiss konar utanumhalds en áherslan samt sem áður á launakostnað og vinnræði í samræmi við lög og kjarasamninga. Þegar við erum komin upp á stig 2 þá erum við að komin á svona þá vegferð svolítið að hefja fagmennsku á sviði starfsmannamála en kannski áhersla á meira daglega afgreiðslu mála, til dæmis ráðningarferli getur verið frekar óformlegt en einhverja starfslýsingar séu til staðar og svo framvegis. Boðskipti geta verið í báðar ættir en þó ekki endilega mjög skipulögð. Þannig að það verið að hefja einhvers konar vegferð til faglegrar mannauðsstjórnunar. Kallum það kannski en þá þessu stíð starfsmannastjórnun. Og svo mannauðsstjórnun hér að myndast og yfir á stig 3 þar sem við tölum árangursríka og kerfisbundna mannauðsstjórnun búið að byggja upp kerfi og ferli til þess að stýra og hafa áhrif á mannauðinn og þar með talað að við séum að verða kannski stefnumiðari, markvissar og stefnumiðari og farin að hafa áhrif á rekstur og starfsemi fyrirtækisins eða stofnunarinnar. Vanda til ráðninga, starfsfólk upplýst stefnu og stöðu, gagnvirk samskipti og lykilþáttur þarna til að geta skilgreinst á stigi 3 að mannauðsstjóri sitji í framkvæmdastjórn og nota bene til að vera komin á stig 4 sem svona ákveðið breakthrough að þá mannauðsstjórnun nátengd rekstrinum og allar aðgerðir á sviði mannauðsmála öllum 5 stigum eru orðin virk og farin að hafa ákveðna tennur, hafa áhrif, sterk áhrif. Kannski lykil stigið sem við erum að horfa hér á þó á stigi 3 með tillit til þess hvar svona íslensk fyrirtæki eru í þessu þroskaferli. Hér eru gögn frá á tímabilinu 2006 til 2015 sem tímabil sem þau gögn sem við erum að vinna með sýnir að það eru náttúrulega flest fyrirtæki eru á þroskastigi 2 með einhvers konar faglega starfsmannastjórnun, 16% komin upp á stig 3 og nota bene það enginn sem komin á þroskastig 4. Þannig að getum séð ákveðna þróun þó hér að þau eru að færast frá fleiri að fara upp í þroskastig 1 og einhver örlítið fjölgun á þroskastigi 3 og maður ætla þess að fyrirtæki setji sér jafnvel markmið að færast þarna eitthvað áfram. Miðlunarlíkani og tilgátur í þessari rannsókn eru nokkrar, þar eru 6 tilgátur í rauninni og líkani sýnir hvernig hugmyndin byggir á því að þroskastig hafi áhrif í gegnum í rauninni upplifun og viðhorf yfir á hegðun starfsfólks og
Þannig að þegnhegðunin hérna í lokin í rauninni lykilútkomu breytan því að vissulega eins og ég sagt áður að markmið mannauðsstjórnunar að hafa áhrif á starfsfólk og þá vissulega á hegðun þess. Og þessar 6 tilgátur eru tengsl sem miða að því að prófa hvort upplifanir og viðhorf miðli áhrifum frá þroskastigum yfir í hegðun. Þannig að þessi 2 lykilþættir hér í miðjunni, hvort miðli áhrifum yfir í hegðun einstaklingana og þar verið að vinna með OCB, Organizational Citizenship Behavior, sem þýðist á íslenskunni sem þegnaðun. Tilgátunar hérna eru allar jákvæðar nema sú sem beinist að áhrifum hér á viðhorfin. Þegar sú að hærra þroskastig mannauðsstjórnunar sem eru hér á þessum nokkrum hérna stigum, 5 stigum eða sviðum má segja, að geti haft neikvæð áhrif á viðhorfin, það að segja starfsánægju hollustu, nema upplifun verndi fyrir þeim neikvæðu áhrifum. Það að segja stuðningur, sanngirni og upplifun á því að mannauðsstjórnun sé árangursrík. Þannig að hér þið sjáu hérna viðhorfin og hegðun eru viðbrögðin eða reaction samanber process model theory frá Hutchinson og Nietzsche og fleiri sem ég nefndi áðan. Í rannsókninni tóku þátt 128 fyrirtæki og stofnanir á tímabilinu 2006 til 2013, þannig að það eru 4 gagnaaflanir sem eiga sér stað á 6 ára tímabili og 4.863 starfsmenn þessara 128 fyrirtækja og stofnana tóku síðan þátt á stigi 2. Þannig að það fyrst aflað gagna meðal mannauðsstjóra þar sem spurt þroskastigin og síðan aflað nokkrum mánuðum síðar gagna aflað meðal starfsfólks í sömu fyrirtækjum og þar spurt upplifun á stuðningi, árangri, upplifun á sanngirni sem eru vissulega upplifunar þættirnir sem ég nefndi áðan og svo viðhorfin, starfsánægja og hollusta og svo hegðunarþátturinn eða þegnaðun, bæði eigin þegnaðun en líka samstarfsfólks og sama við aftur 2012 til 2013, þannig að sambærileg framkvæmd á þessu tímabili sem myndar heildargagnasetti sem unnið með. Ég ætla aðeins að útskýra það eru mælitækin og mælitæki þroskastiga, þá eru í rauninni 5 megin svið sem mynda heildar eða global þroskastig mannauðsstjórnunar. Það staða mannauðsstjórnunar þar sem verið að skoða þætti eins og hérna þátttöku í framkvæmdastjórn, það eru ferlin og annað og formfestan í ráðningum, þjálfun og þróun, laun og umbun og svo 5. liðurinn sem samskiptaleiðin upp og niður og svo framvegis. Greiningatæki bara stuttlega, það eru hérna á þessum 5 sviðum sviðsmyndarspurningar sem eru ætlað að lýsa þroskastiginu fyrir hvert stig og þarna dæmi til dæmis fyrir þroskastig 3 fyrir samskipti, kannanir og fleiri kerfisbundnar leiðir eru notað til að afla upplýsingar frá starfsfólki og formlega unnið að því að koma upplýsingum stefnu og stöðu fyrirtækis til starfsfólks. En nota bene, það mjög mikilvægt, þetta fyrst svokallað sjálfsmat, síðan fjöldi spurninga, þar sem alþjóðlega gagnaöflun að ræða, það fjöldi annarra spurninga í könnuninni sem fer fram meðal mannauðsstjóra og það eru notuð sem ákveðin skilyrði sem þarf að uppfylla. Eins og þið sjáu hér fyrir stig 3, þá þarf starfsmannastjóra að vera í framkvæmdastjórn. Þó svo að hann lýsi á sviðsmyndar spurningum að sé á þroskastigi 3 á sviðinu staða, en ef viðkomandi mannauðsstjóri ekki framkvæmdastjórn, þá viðkomandi felldur niður. Þannig að það eins konar double checking. Aðeins mælitækin meðal starfsmannana, hér útkomubreytan þegnhegðun eða OCB og þarna eins og ég kom inn á áðan, þá spurt bæði eigin þegnhegðun, sjálfsmat, já, en það til þess að bætum betur, þá líka starfsmenn beðnir að meta þegnhegðun samstarfsfólksins. Þannig að þessi 2 liðir byggja upp útkomubreytuna þegnhegðun
Og þið sjáu þarna að þetta svona hugmyndafræðin svolítið að fara above and beyond eða fara lengra en ætlast til eða hægt að gera eðlilega kannski kröfum eða starfssamningar gera ráð fyrir, þannig að bæði gagnvart samstarfsfólki og gagnvart fyrirtækin að leggja ekstra að mörkum til að ljúka til dæmis verkefnum innan tímamarka og svo framvegis. Upplifun á árangri, þarna eru skilgreindir þættir sem varða ráðningar, miðlun upplýsinga, hvernig ákvarðanir teknir laun, endurgjöf og svo framvegis, þjálfun og fræðslu, þannig á meginsviðum mannauðsmála og hve vel starfsfólk upplifir árangur á þessum sviðum. Upplifun á stuðningi, þarna er dæmi spurningarnar sem eru notaðar í mælitækinu og það hvort að starfsfólk upplifi það, fyrirtæki láti sér annt til dæmis velferðina, fyrirgefi heiðarleg mistök í starfi og svo framvegis. En yfir í niðurstöðurnar og miðlunarlíkanið, þá má sjá þarna nokkuð glöggt að þroskastig mannauðsstjórnunar hefur áhrif á hegðun, en þegar við stýrum fyrir upplifun og viðhorfum, þá hverfa áhrifin. Það er þetta hér, punktalínurnar. Þannig að sem segir okkur það að upplifun og viðhorf eru lykilþættirnir og þið sjáu að allar tilgátur eru staðfestar, þannig að það eru marktæk tengsl frá þroskastigi yfir á upplifun og frá upplifun yfir í viðhorf og frá viðhorf yfir í hegðun og líka frá upplifun beint yfir í hegðun og þið sjáu líka hér neikvæðu áhrifin beint frá þroskastigum yfir í viðhorf starfsfólks. En þegar stýrt er fyrir upplifun starfsfólks. Þannig að hvað segir þetta okkur? Jú, það segir okkur það að viðhorf starfsfólks er viðkvæmur þáttur og við þurfum að vinna með upplifunina til þess að vernda fyrir hugsanlega neikvæðum áhrifum á viðhorf starfsfólks, sem sagt starfsánægju og hollustu. Og því má kalla upplifun starfsfólks sem svokallaðan verndandi þátt. Yfir í svona samantekt á niðurstöðum, það er mikilvægt miðlunarhlutverk upplifunar og viðhorfa starfsfólks frá þroskastigi til hegðunar, það er staðfest í þessum niðurstöðum. Og viðhorfin, starfsánægju og hollusta hjá starfsfólki eru viðkvæmir þættir sem við þurfum að gæta að þegar við færumst til aukins þroska á sviði mannauðsmála. Við þurfum að hugsa upplifunina sem verndandi þætti og tryggja það að starfsfólk upplifa að mannauðsstjórnun sé árangursrík, ef við ætlum að tryggja það að vernda fyrir neikvæðum áhrifum á starfsánægju og hollustu og starfsfólk þarf að upplifa líka að það fái stuðning og sanngirni sér til staðar í ferlum. En bara að lokum sem ég ætla að skilja eftir hjá ykkur, hvernig má það hafa jákvæð áhrif á upplifun starfsfólks á vegferðinni til aukins þroska á sviði mannauðsmála. Ég ætla að segja þetta gott. Takk í dag og ég vona við okkur takist að taka smá umræðu á eftir. Takk fyrir áheyrnina.